Þá er komið að 5. lið og það Hlíðarvellir, umsókn áframhaldandi stækkun. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin á dagskrá liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsettur 10. júní 2026. Lögð fram tillaga breyting á deiluskipulagi athafnasvæðis við Hlíðarvelli sem felur í sér stækkun svæðis til uppbyggingar gagnavers. Helstu breytingar eru eftirfarandi. Skipulagssvæði stækka til vestus upp á lóð bílaklúbbs Akureyrar þar sem afmörkuð ný 4,6 hektara lóð, Hlíðarvellir 2 með nýtingarhlutfall 0,37. Á lóð Hlíðarvalla 2 heimilt að byggja gagnaver, spennarými, vörugeymslu, skrifstofur og tengda starfsemi. 7 minni lóðir syðst á svæðinu verða sameinaðar í eina stærri lóð, Hlíðarvelli 5, sem verður rúmlega 1,6 hektara stærð með nýtingarhlutfall upp á 0,5. Það gert ráð fyrir byggingu gagnavers, auk heimildar fyrir skrifstofur og aðra tengda starfsemi. Afmörkuð eru svæði utan lóðamarka við Hlíðarvelli þar sem gert ráð fyrir landmótun og gróðursetningu trjáa til að lágmarka sýnileika. Núverandi reiðvegur farið til vestus út fyrir afmörkun skipulagssvæðisins ásamt deiliskipulagsbreytingu lögð fram greinargerð myrri hljóðstofu hávaðadreifingu, minnisblað ásýnd fyrirhugara mannvirkja, auk skýringamyndar sem sýnir tillögu útfærslu mannvirkja og framkvæmda á svæðinu. Þá jafnframt lögð fram tillaga breytinga á deiliskipulagi aksturs og íþrótta og skotsvæðis á Glerárdal sem felur í sér að gert ráð fyrir reiðvegi og drenskurði austast á svæðinu, auk minniháttar færslu á kvöðum skjólgirðingu og skjólbelti. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillögur að breytingu og deiluskipulag veri auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga með minniháttar breytingum að greinargerð varðandi umfjöllun umhverfisáhrif þar sem meðal annars komið fram að framkvæmdir við stækkun gagnavers veri tilkynntar til skipulagsstofnanir í samræmi við 9. grein reglugerðar umhverfismat framkvæmda og áætlana. En til upplýsingar þá góður skriður á viðræðum við Norð færslu á reiðvegi, lagfæringu á mönum hjá bílaklúbbi Akureyrar og færslu á tjaldsvæði bílaklúbbsins. Því verður hliðrað aðeins ásamt fleiri úrbætum á svæðinu. Skipulagið verður ekki samþykkt í ágúst nema samkomulag liggi fyrir, þar á meðal mögulega nýtingu á glatfarma í framtíðinni. Takk fyrir. Já, þá hefur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu. Orðið laust ef einhver óskar að taka til máls. Og næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson. Já, ágæti forseti. Nei, maður veist að koma til stólinu. Ágæti forseti, afsakaðu þetta. Aðri góði bæjarfulltrúar. Við skulum halda í formfestuna hérna. Það var nú ekkert sérstakt markmið hjá mér í dag að taka til máls undir öllum fundarliðum en það virðist vera svona í uppsiglingu. Ég bara bið ykkur að virða viljan fyrir verkið. Ég hafði nefnilega í hyggju að koma hérna upp og akkurat að spyrja staðins kannski fyrir þetta atriði sem bæjarfulltrúi Sunna Hlín kom svo inn á í sinni ræðu sem jú auðvitað mjög mikilvægt. Þetta eru samhangandi mál hérna í stjórnsýslunni hjá okkur. Þetta mál sem við erum með hérna fyrir framan okkur. Skipulagsráð búið að veita vilyrði fyrir lóðaúthlutun ef ég man rétt og það má gjarnan lerta með ef ég átt með en mér minnir að það hafi verið þannig sem í reynd byggir á þessari afgreiðslu hér og það bara mjög gott að heyra eins og bæjarfulltrúi Sunna kom inn á bara að það sé góður skriður í þessum viðræðum. Það vilyrði var veitt með ákveðnum skilyrðum eins og við erum farin að tíðka svolítið hjá okkur að veita vilyrði með skilyrðum og gott að heyra það. En svo langar mér bara kannski að koma með eina hugleiðinguna hérna í ræðustól bæjarstjórnar Akureyrar og tengist kannski umræðu sem við tókum hérna fyrir á fundinum hérna undir lið 1. Hvert eru við að stefna? Hver stefna bæjarins þegar kemur að atvinnuuppbyggingu? Erum við að sjá fram á eitt stórt gagnaver í bænum? Er þetta eitthvað sem við viljum satsa inn á, sem við viljum stíla inn á? Að hér byggist við verðum svona gagnaversbær. Ég nefnilega held að mín svona
tilfinninga svona, já, svona er eiginlega svo að ég held til dæmis að aðili eins og Atnor sem er náttúrulega lóðarhafið þarna á hlutasvæði sem er hérna undir. Sko, mín tilfinning er svo að eins lengi og sko Akureyrarbær heimilar það og það er aðgengileg orka að Landsvirkjun getur selt þeim orku, að þá muni þeir bara vaxa. Og ég held að við ættum að leyfa okkur að fara að ræða það og það bara, og miða við það sem við ræddum hérna áðan í umræðan málefnasamningi, það bara vekur mér góða von í brjóstuðum að við getum tekið það samtal núna með bara svona á næstu misserum hvert við skulum stefna, því að eins og ég kom inn á ræðum minni áðan, þetta eru sannlega spurningar sem bæjarbúar eru að spyrja sig að hvert stefnir, af því að á meðan fólk veit ekki hvert stefnir, þá einhvern veginn svona pínu getur það ekki alveg tekið svona, móta sér skoðun, eða þú veist, það einhvern veginn svona veit ekki alveg hvort fótinn á stíga. Þannig að ég held að við ættum og ég held að við þurfum og ég held að við munum farið þessu umræðu og að því að hún er bráðnauðsynlegt, hvert stefnir. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson lokið máli sínu, orðið er laust. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið. Þeir sem geta samþykkt að framlaða breytingar á deiliskipulagi verði auglýstar, gefi merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.